Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Hjartalega velkomin öll í kirkju í dag. Við skulum hefja þessa stund með bæn. Kæri Drottinn, við viljum leggja þessa stund í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Og nú skulum við syngja salmi númer 56. Ég syng hinn mikla mátt. Það kannski ekki sól úti núna, en það svo sannarlega sól í minni sálu og vonandi ykkar líka. Og nú ætlum við að syngja salminúmer 301, það sól í sálu minni í dag. Oh,
dásamlegur sálmur til að syngja bæði vetur, sumar, vor og haust. Já, og nú er komið að ritningarversinu. Ashley, what do you want me to read from the Bible, from your sermon? What's the text? Já, hann heyrir ekki alveg. Já, við skulum bara lesa hérna falleg orð úr Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla og 1. versi. Við skulum rísa á fætur. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf, og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu, og myrkrið tók ekki á móti því. Við skulum biðja. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir það að vera þetta orð sem kom til okkar frá himnum. Við þökkum þér fyrir þína gjöf til okkar, að þú skulle hafa gefið sjálfan þig, að þú skulle hafa gefið hold þitt og blóð þitt svo að við mættum lifa. Hjálpaðu okkur, Drottinn, að deyja sjálfinu og lifa í þér eins og þú þráir að við gerum, svo við öðlumst eilíft líf. Ég bið fyrir þessum söfnuði, Drottinn. Viltu bæta í hóp okkar? Nú er að fara að koma prestur á nafni Louis Torres. Ég bið að hann megi koma með fylgd margra engla, að þú megir, Drottinn, fara undan honum með þinn heilaga anda. Viltu hjálpa okkur að ná til sálna og hjálpa þeim að sjá kærleika þinn. Ég bið fyrir ræðumanninum og ég bið fyrir að hann megi, að þú megi tala gegnum hann með þínum heilaga anda til okkar. Og ég bið þig að hjálpa okkur að vera ljós í þessum heimi. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við syngja sálminn númer 119, segðu mér söguna af Jesú. Segðu
falleg sagan hann Jesú. Við skulum taka nú upp gjafir og þær renna til, þær renna til safnaðarsjóðs. Kæri Drottinn, við þakkum þér fyrir þessar gjafir sem að koma úr þinni hendi. Við þakkum fyrir að geta gefið. Ég bið þig að blessa þessar gjafir og margfalda. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakka, nú er komið að ykkar stund. Við ætlum að fá núna barnasálminn okkar. Jesús hann oss elskar öll. Svo kemur barnasagan. Og svo ætla 2 ungar og mjög efnilega stúlkur að syngja fyrir okkur. Þannig að nú skulum við syngja barnasálminn. Jesús hann oss elskar öll. You have a microphone here. Yeah. No, it's okay. It's okay. Okay, stand here. Oh, I have to stand here. Okay, okay. Well, I am new to this place, so I don't know many things. Ég ný hérna á þessum stað og ég kann ekki alveg á hlutina. I wasn't aware that I am to tell a children's story before my sermon. Ég var ekki alveg ég vissi ekki að ég ætti að vera með barnasögu áður en ég átti But að vera með I ræðuna. do have a little story for En you, ég með smá sögu fyrir krakkana. and I hope I can tell you this story. Og ég vil segja ykkur þessa sögu. You know, I come from the east, the Indian subcontinent. Ég kem frá frá Austurlöndum í Indlandi. It is a very big country Þetta stórt land with lot of people, með fullt af fólki, many different kinds of people, alls konar fólki and we speak many different languages. og þeir tala ólík tungumál líka. And the culture in that part of the world
is very much different than what you see here. Og menningin þar mjög ólík þessari menningu hér. You know, the grandparents Vitið að afar og ömmur have the grandchildren most of the time. eru yfirleitt alltaf að passa litlu And barnabörnin they always tell them stories. og eru alltaf að segja þeim sögur. And by telling them stories, they pass on the knowledge from one generation to the other. Og þannig færist þekking frá einni kynslóð yfir til annarar. And children love listening to grandparents' stories. Og barnabörnunum finnst gott að hlusta á af og ömmu segja sögur. There is a story about a slave. Það til saga þræl. And he was working for his master. Og hann var að vinna fyrir þann sem átt hann. And in those days, there was no electricity. Í þá daga var ekki neitt rafmagn And there was no running water in the house. og ekkert vatn í húsinu. So this servant or the slave had to walk down to the stream about a mile. Þannig að þrællin þurfti að fara heila mílu gangandi til að ná í vatn í ána. And he would have a bamboo stick on his shoulder. Og var með svona spýtu hérna á öxlinni. And in both the ends, there will be pots hanging. Og svo voru fötur sitt hverjum megin á endanum sem héngu á spýtunni. And he would go down the stream, Hann fór niður á ánni, fill these pots, fyllti föturnar af vatni and bring them home for the master. og kom með vatn fyrir yfirmann sinn. But you know, one pot was perfect, Önnur fatan but var the alveg, other one was little bit cracked. Alveg lægi en hinn var smá So when brotin. the servant En þegar was að- filling the water in these pots one day, Og einn daginn þegar þrællin var að setja vatn í þessar fötur, the cracked pot began to talk. þá byrjaði þessi brotna fatan að You tala. know, in this part of the world, pots don't talk. Þarna í þessu landi þá voru fötur ekki að tala But venjulega. in India they do. En í Indlandi gera það einmitt. Well, this cracked pot said to the slave, Þessa brotna fata sagði við þrælinn. you know, I am a cracked pot. Heyrðu, ég brotin fata And you have been filling me with water and carrying me to the master's palace every day. og þú ert búin að vera að fylla mig af vatni og fara með mig til yfirmanns þíns For the last 2 years. í heil 2 ár. But by the time we reach home, I am almost empty. En svo þegar við komum heim þá ég eiginlega bara alveg tóm. But you are still filling me with water, En samt ertu alltaf að fylla mig af vatni. and I am no use to you. Og ég ekkert neinu gagni fyrir þig. The slave had compassion on him. Og þrællinn vorkendi fötunni. And he said, listen, En hann sagði, heyrðu, don't think about yourself. ekki hugsa svona sjálfa þig. As we are going home today, Þegar við erum að fara heim í dag, you just look at your side of the path. þá skaltu bara horfa þín megin á götunni. And when they reached home, Svo þegar við komum heim, the slave talked to the pot. þá sagði þrællinn við fötuna. And he said, did you see something special Sástu eitthvað sérstætt á leiðinni, fata? on your side of the path? Þeim megin sem að Only your side of the path. bara þeim megin sem þú varst. There were beautiful flowers. Þar voru falleg blóm. You know, I knew you were a crackpot. Ég vissi það að þú værir brotin I fata knew what I can do with you. og ég veit hvað ég get gert með So þig. I sowed a lot of seed on your side of the path. Þannig að ég setti fullt af fræjum þeim megin sem þú And varst. every day when we came from the stream home, all the water that leaked from you watered these seeds. Og svo þegar við vorum að lappa heim þá lag allt vatnið úr þér og vökvaði þessi fræ. And so the result is the beautiful Og flowers. þarna sérðu fallegu blómin. And I take these beautiful flowers and decorate the master's table Og svo týndi ég þessi blóm og svo skreytti ég heimili to keep him happy. yfirmanns mín sem hann væri ánæður. So we have some lesson to learn from here. Hérna getum við lært af ykkur. Sometimes we may think, you know, we are crackpot, Stundum höldum við að við we are séum worthless, einskins nýtt. but God can use even us, even though we are crackpot. En Guð getur líka notað okkur þó við séum brostinn pottur I eða was to brotin tell fata. this story towards the end of my sermon,
but I have already said it. Ég ætlaði að segja þessa sögu í lokræðunar en nú erum við nú þegar búin að segja söguna. Thank you for listening. Takk fyrir þetta. Okay. Now, yeah. Jæja, takk fyrir þetta Asley og nú ætlum við að vera með tónlistaratriði. Freyja og Alexandra ætla að koma hérna upp og syngja fyrir okkur. Spila fyrir okkur. Holy Sabbath day of rest, by our Master richly blessed, God created and divine, set aside for holy time. Yes, the holy Sabbath rest, by our God divinely blessed, it to us a sign shall be throughout all eternity. Seek the pleasures of this earth with its holy noise and mirth. There are better things in store over on the other shore. Yes, the holy Sabbath rest, by our Master divinely blessed, it to us a sign shall be throughout all eternity. As the Sabbath draweth on, Friday Eve's first set of sun, Christian householders should meet, sing and pray at Jesus' feet. Yes, the holy Sabbath rest, by our God divinely blessed, it to us a sign shall be throughout all eternity. Asking Him for saving grace, also victory in the race, and to help us by His power to keep holy every hour. Yes, the holy Sabbath rest, by our God divinely blessed, it to us a sign shall be throughout all eternity. Amen. Takk kærlega fyrir þetta. Hvílík blessun. Mig langar að bjóða hann Asley að koma hérna upp og vera með ræðuna. It is my pleasure to be in Iceland again. Það mikill heiður fyrir mig að vera hér á Íslandi aftur. I live in Finland Ég bý í Finnlandi. and I have been a pastor in the Swedish congregation, Ég búin að vera prestur í sænska söfniðinu. so I speak some Swedish Ég tala smá sænsku and I do preaching in Swedish, og ég predika stundum but á sænsku. Icelandic is little harder.
Íslenskan er aðeins erfiðari. I understand few words here and there, but not enough. Ég skil nokkur orð hér og þar en ekki nóg. But I hope I can present my sermon today Vonandi get in ég, English and it will be translated. já, ég mun tala á ensku og það mun vera þýðing. Well, I began my early schooling in a mud hut in the eastern part of India. Ég byrjaði mína skólagöngu þegar ég bjó í Leirkofa í Austur-Indlandi. I was a second grader Ég var í öðrum bekk and had to walk on foot 8 kilometers og to attend school. þurfti að ganga 8 kilometra til að komast í skólan. And I had a friend with whom I went to school every day. Og ég átti vin sem fór alltaf með mér í skólan. His father was a potter, Pappi hans var, krukmakari. He makes já, hann pot. bjóð þess til leirker. And sometimes I went to his house Stundum fór ég heim til hans to see what his father was doing til að sjá hvað pappans var að gera. and how he was making the beautiful earthen pots Hvernig hann var að búa til svo falleg leirker out of clay. út úr af leir. You know, he would bring a load of clay from somewhere and pile it in one corner of his yard. Hann fór langa leið til að ná í leirin og svo hrúaði hann þarna upp út í eitt hornið. Then he would take out the particles like small stones and unwanted particles that will create a problem. Og svo tók hann alla steina úr sem myndu valda einhverju vandræðum í leirnum. And when the small stones are there in the clay, it is difficult to make pots. Því að þegar þeir eru svona litli steinar í leirnum þá er erfitt að búa til leirker. Then he would pour some water Svo hellti hann vatni á leirin and walk on it for hours og svo gekk hann á leirnum í bara klukkutímu saman. until the clay was ready for use. Þar til leirin var tilbúin. Then he would go to the wheel Þá fór hann á hjólið, and sit down there, settist þar niður and he would take a small stick og tók svona prikk and he would steer the wheel og sneri þessu hjóli með and it prikkinu will go round and round, og það fór hring eftir hring and eftir he would hring. stop that until the wheel has gotten the speed, right Og speed. hann hætti ekki fyrir hann að komið alveg réttur hraði á þetta hjól. Then he would take the lump of clay Og svo tók hann stykki af leir and put it right at the center of the wheel. og setti það beint á miðjuna á þetta hjól sem snerist. Then he would wet his hand Þá bleitt hann af sér hendurnar and lay his hands on the clay og lagði hendurnar á leirin and give it a shape. og mótaði leirin. Sometimes shape would not come right, Stundum var þetta ekki alveg nóg so fallegt. he would take that and put it back with the lump of clay again Þannig að þá tók hann það sem hafði missetnast og setti það aftur saman við hinn leirin and work on it until it is a beautiful pot. og vann við þetta þar til þetta varð að fallegu keri. Then this beautiful pot would be dried in the sun. Og svo myndi þetta fallega ker vera sett í sólina til að þorna. Then he would bake it in his kind of oven Og svo var það sett inn í ofn til að so myndi that it bakast, would be ready for sale. svo það verið hægt að selja þetta. This was not a very big enterprise. Þetta var ekki stórt fyrirtæki sem hann var með, It was a small family business þetta var fjölskyldu fyrirtæki. that made it possible for the family to make a living. Svo að fjölskyldan gæti haft ofan að sig og á. And while my friend's father made these beautiful pots, Og meðan að faðir vina míns var að búa til þessi fallegu ker, I sat there at times þá sat ég stundum þar and I watched him do all this. og ég fylgdist með hann að gera allt þetta. And I admired his craftsmanship. Og ég dáðist af In the book of Jeremiah, hversu fær hann var. chapter 18, Ef við förum í verses 1 to 6, Við förum í Jeremía 18. kapla vers 1-6. we read a very interesting passage. Þar kemur eitthvað mjög Do I have to áhugavert read fram. it in English? Yes, English and then Icelandic. Okay, because it will be long. Já. The word which came to Jeremiah from the Lord
Orð sem kom til Jeremía frá drottni, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. statt upp og gakk ofan í hús leirkerasmiðsins, þar vil ég láta þig heyra orð mín. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. Og ég gekk ofan í hús leirkerasmiðsins og var hann að verki sínu við hjólið. And the vessels that he made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it again another vessels. So seemed good to the potter to make it. Mistækist kerið sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað ker eins og leirkerasmiðinum leist að gjöra. Then the word of the Lord came to me, saying, Þá kom orð drottins til mín. O house of Israel, cannot I do with you as this potter, said the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are you in mine hand, O house of Israel. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir drottin. Sjá, eins og leirinn í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. When I was a schoolboy, Þegar ég var í barnaskóla, I had seen my friend's father work on the clay to make pots. þá hefði ég séð faðir vina míns vera að vinna með leirinn. I had seen with my own eyes Ég hefði séð þetta mín megin augum. many times, over and over again. Oft á mörgusunum. But I did not quite understand anything beyond what I saw. En ég skildi ekkert umfram það. I was too young to understand God's word. Ég var of ungur til að skilja orð Guðs. I grew up as a conservative Christian young man Ég ólst upp sem and was very active in religious activities. Var að sann trúaður kristinn einstaklingur og tók þátt í kristnum athöfnum And made several missionary endeavors to enter unentered territories in India and Nepal. og ég fór stundum að hjálpa til við trúboð bæði á Indlandi og í Nepal. And the Spirit of the Lord worked in my life. Og andi Guðs var að vinna í lífi mínu. As I grew up, En þegar ég var að alast upp, I began to understand God's word more. þá fór ég að skilja orð Guðs betur. And when I read this passage, Og þegar ég les þetta, I have a clear understanding of the passage we just read in the book of Jeremiah. þá skil ég miklu betur það sem við erum að lesa hérna í Jeremía. We are clay, Við erum leirinn and he is the potter. og hann er We leirkerasmiðurinn. are in his hands. Við erum í hans höndum. And a potter can make anything out of the clay. Og leirkerasmiðurinn getur gert hvað sem er úr leirnum. He can make a pot, Hann getur gert ker, but he can also make other things, en hann getur líka gert eitthvað annað. like the planter, Já, svona eins og blómapott, bowls, skálar, jugs, könnur, lamps, könnur, and lampa so forth. og svo framvís. And the clay actually cannot say anything. Og leirinn getur ekki sagt neitt um það. The potter makes whatever he desires with a lump of clay. Leirkerasmiðurinn gerir hvað sem hann sýnist með þennan leir. We are clay in his hands, Við erum leir í hans höndum and we actually cannot complain. og við getum ekki kvartað. We are totally in his hands. Við erum algjörlega í hans höndum. He is working on us Hann er að vinna í okkur and giving us a shape. og hann er að móta okkur. He is molding us through the events of life. Hann er að móta okkur í gegnum það sem gerist í lífi okkar. You know, we come from the dust of the earth. Við komum af dufti jarðar. Why do I say that? Akkur segi ég það? Because God created Adam from the dust Af því að Guð skapaði Adam frá dufti and jarðar breathed into his nostril the breath of life. og blés í naðsir hans lífsins anda.
And that is how he became a living being. og þannig varð hann að lifandi sál. And we are his descendants. Og við komum af honum. So we are clay. Þannig að við erum í rauninni leir And we are weak. og við erum veikburða. If the beautiful pot of clay is not dried and not baked, Ef að þetta fallega kér sem að er búið til er ekki þurrkað og ekki bakað í ofni, it is weak. þá verður það veikburða And it can be easily broken og það er mjög auðvelt að brjóta það. and cannot be really used very well. Og það er ekki auðvitað hægt að nota. So in the same way, Og sama we hátt, come from a sinful background þá komum við frá syndugum bakgrunni and a hopeless condition. eða jafnvel þar sem engin von er. But God has sent his only begotten Son En Guð hefur sendt sinn to save eingjarna us from eternal destruction eina eingjarna son til að bjarga okkur frá eyðileggingu. if we believe. Ef við trúum. We were ugly Við vorum ljót and worthless, og algjörlega but he loved us anyway. og án And he That- made a plan of salvation for us. hann elskar okkur samt sem áður og hann bjóð til You know, the áform fyrir potter okkur. uses the wheel Vitið að leirkersmiður nota hjól to give clay a shape. til að móta leirin. Then we get a beautiful pot. Þannig fáum við fallegt ker. What is the wheel in our life? Hvert er þetta hjól í okkar lífi? If we are clay in God's hand, Ef við erum leirin í höndum Guðs. the wheel is the happenings in our lives. Hjólið er það sem er að gerast í lífi okkar. Something is happening to us in our lives every day. Það er eitthvað að gerast fyrir okkur á hverjum degi. And King Solomon says Og Salomon konungur segir, in Ecclesiastes chapter 9 and verse 11, ef við förum í predikaran kapla time Níu. and changes, time and chance happen to them all. I take only. Time and chance happen to them all. Ecclesiastes 9:11. I just take a small passage from there. Já, því að tími og tilviljun mætir þeim öllum. When my friend's father brought clay in his yard, Þegar að faðir vinnar míns kom með leirinn heim, as I said earlier, he cleaned it þá eins og ég sagði áður, þá and hreinsaði he leirinn took out all the dirt particles og tók allan skítin úr to make the clay pure and workable. til þess að leirinn væri hreinn og hægt að væri að vinna með hann. And that cleaning in our lives can be compared to baptism. Og þegar þessi hreinsun það er hægt að bera hana saman við skírnina. Not only of the water but of the Holy Spirit. Ekki bara vatni heldur af heilugum anda. We are also washed by the word. Við erum einnig hreinsuð af orðinu. By running the word over and over again in our lives, we are purified. Og með því að lesa orð Guðs aftur og aftur þá hreinsumst við. And I saw another thing my friend's father was doing. Svo sá ég annað sem að faðir vina míns var að gera. He was walking on the clay Hann var að labba for a ofan, long time, gekk ofan á leirnum í langan tíma, over and over again, aftur og aftur. until it was perfect Þar til að hann var to orðin be on the wheel. fullkominn til að vera á hjólinu. If he did not do that, Ef hann hefði ekki gert þetta, there would be some unwanted particles in the clay. þá hefði verið alls konar í leirinu sem hann hefði ekki viljað hafa þar. And there could be some air in the mud as well. Og það getur líka verið eitthvað loft í leirnum. And that would make a crack on the pot. Og þannig hefði leirkerið sprungið. You know, as Christians, Sem kristnir, we are not immune to difficulties þá er ekki búið að sprauta okkur fyrir því að fá ekki vandamál and problems in life. og erfiðleika. We are faced with them every day. Við þurfum að horfast í augu við það á hverjum degi. We are tempted to sin, Og við freistumst að segja, and we sin. já, að syndga og við And syndum. some cleansing is necessary in our lives. Og stundum þurfum við á hreinsun að halda í And we líf may okkur. feel, oh, we have been walked all over all the time, Og stundum finnst okkur eins og að það er búið að vera að ganga yfir okkur and we stanslaust. cannot take it anymore. Og ég þoli þetta ekki lengur.
But you know, God allows problems and difficulties in our En lives Guð leyfir vandamálum og erfiðleikum að koma inn í so líf okkar. that we can be purified Svo að við reynsimst, and become good clay svo við verðum góður leir, to make good vessels. svo við getum verið góð kér. When my friend's father started to turn the wheel, Þegar að faðir vina míns byrjaði að snúa hjólinu, he put the lump of clay on the wheel, þá sett hann leirinn beint á hjólið, and then he wet his hands svo bleitt hann hendurnar and he laid his hands on the lump of clay. og lagði hendurnar yfir leirinn. And when he was done with it, Og þegar hann var búinn, he would take the wire þá tók hann vír and cut it og skarða and take it off og The wheel. tók kerið af hjólinu and put it under the sun to dry, og setti það í sólina til að myndi þorna and then in the oven later to bake. og svo inn í ofn til að baka. Sometimes the shape was not good, Stundum var þetta ekki alveg nógu and he would take that clay again and put it with a lump of clay stundum var þetta ekki nógu gott svo hann tók leirinn og fór með hann aftur þar sem hinn leirinn and var work on it again. og byrjaði að vinna aftur í þessu. Sometimes my friend used his small wheel Stundum notaði vinur minn lítið hjól and he tried to do the same thing, og hann var að reyna að gera alveg eins. but he would make more mistakes En hann var að gera meiri mistök and he would work on the lump of clay more and more until he was successful. og svo vann hann aftur og aftur þangað til að honum gekk, það And gekk alltaf. sometimes due to lack of experience, Stundum ef við höfum ekki reynslu, my friend would not be putting the lump of clay at the very center of the wheel. vinur minn til dæmis setti ekki leirinn kannski akkurat í miðjuna á hjólinu So the shape would not be good at all. og þess vegna var hann ekki fallegur. But he would work on it again and again. En svo bara prófaði hann aftur og aftur. What I failed to understand was that unless the lump of clay was at the very center of the wheel, Það sem að ég náði ekki að skilja var að ef að leirinn væri ekki akkurat í miðjunni á hjólinu, right shape would not come. þá myndi aldrei koma rétt form. Something will go wrong. Það myndi eitthvað fara úrskeiðis. That is why he had to work over again and again with the lump of clay. Og þess vegna þurfti hann að gera þetta aftur og aftur. How do we explain this in our spiritual life? Hvernig getum við útskýrt þetta, yfirfært þetta yfir á okkar andlega líf? We are clay in his hands. Við erum leir í hans höndum. We are lump of clay. Við erum þessi And leir we must be at the very center of the wheel. og við þurfum að vera akkurat í miðju hjólinu. And what is that center of the wheel? Og hvað er þetta miðja, þessi miðja? That's Jesus Christ. Það er Jesús Kristur. I strongly believe Ég trúi því that staðfastlega. we become centered in Jesus Christ Uh, with the Word of God. Við komumst í miðjuna þar sem Jesús er með orði Guðs. By being quiet, Með því að hafa hljóð, by being empty, að vera tóm, by meditating upon the will of God, með það að hugleiða orð Guðs and by praying to our Father in heaven. og biðja til föður okkar á himnum. Jesus should be at the center of our lives. Jesús á að vera í miðju lífs okkar. It is then only we become beautiful pots in the kingdom of heaven. Þannig, og einungis þannig verðum við að fögrum kerum í ríki Guðs. You all know how the wheel of a bicycle looks. Þið viti hvernig hjól á hjóli, It is round þetta er kringlótt and there are many spokes, og það er fyllt á teinum and these spokes are connected to the center, the hub. og allir teinarnir eru tengdir inn í miðjuna á dekkinu eða hjólinu eða gjörðinu. If they are not connected to the hub, Ef þeir eru ekki tengdir þarna í miðjunni, the wheel cannot move þá getur hjólið ekki and it hreyfst is worthless. og þá er það gagnslaust. How do we explain that in our lives? Hvernig útskýrum við þetta í lífi okkar? You know, this is a part of the world where people are prosperous Hér til dæmis virðist eiga sér stað velgengni, and we have good education við erum að mennta börnin okkar vel and we have relatively a very high standard of living.
og við erum með nokkuð háan You know, all lífsstaðar these things that we have achieved in life, og allt þetta sem okkur hefur tekist í lífinu, they are like the spokes. það er eins og þessi teinar. But you know, the spokes have to be connected to the hub, En teinarnir þurfa að vera tengdir the þarna center, í miðjuna and that is Jesus og Christ. það er Jesús. We are clay on the wheel. Við erum leirinn á hjólinu. And you know, the wheel goes round and round and round. Hjólið fer hring eftir hring eftir hring. And we are at the center, Við erum í miðjunni and we are going round and round on the wheel. og við erum að fara hring eftir hring á But hjólinu. sometimes we feel nothing is happening in our lives. Og stundum finnst okkur eins og það er ekkert að gerast í lífið mínu. We have not made enough progress in life, we feel. Og okkur finnst að okkur hafa ekki gengið neitt sérstaklega vel í lífinu. We do not make enough money, we feel. Okkur finnst við ekki vera að fá nógu há laun. We are not very successful in life, we may feel. Við getum kannski hugsað að mér hefur ekki gengið vel í lífinu. So sometimes we feel like jumping off the wheel. Og þannig að stundum finnst okkur eins og við viljum hoppa af þessu hjóli. But there is a danger there. En það er hætta við það að gera það. Without being on the wheel, Ef við erum ekki á hjólinu, at the very center, akkurat í miðinni, we cannot be successful at all. þá getur okkur ekki gengið So vel. let us not think of quitting, Þannig að við skulum ekki hætta, but keep on the wheel en halda áfram að vera á hjólinu. until it is all over. Þar til það er yfirlík. We may fall off the wheel Það geti verið að við getum and the dottið clay naturally falls on the dust, og þá on the dirt. ef við dettum á hjólinu þá dettur leirinn beint í rykið á gólfinu The same thing happens to us in our lives. og það sama gerist fyrir okkur í lífinu. We fall off the wheel Stundum and dettum fall við on the dirt. af hjólinu og dettum á rykið. But Jeremiah told that God can rework on us again. En Jeremías segir að Guð geti unnið aftur í leirnum And God can reshape us og hann getur endur mótað okkur and give us a new direction. og gefið okkur nýja And the success will come at last. veg og þá mun okkur ganga vel aftur. You know, God has plans for every one of us. Guð er með áform fyrir öll okkar hér. We may perhaps slip Það getur verið að við förum af veginum and fall, og það getur verið að við dettum but He's not done with us yet. en hann er ekki búinn að móta okkur. We may falter, Það getur verið að we við may getum flounder, gera eitthvað sem er ekki gott, we may have fallen deep into trouble, getum lent í vandræðum líka, but there is hope in the Lord. en það er svo mikil von í drottni. We are still on potter's wheel, Við erum ennþá á þessu and hjóli if we stay on it, og ef við erum þar kjör, God will make something beautiful out of us. þá mun Guð búa til eitthvað fallegt úr okkur He will give us another chance. og hann mun gefa okkur tækifæri í That is annars. the nature of our Savior. Það er hans eðli. He is a Savior of new beginning. Hann er frelsari nýs upphafs. So let us not think of giving up. Þannig að við skulum ekki gefast upp. You know, you might feel Þú that getur, you are a crackpot. kannski finnst þér eins og þú sért kér með sprungu í You may feel, oh, I'm not worth anything. og þú getur hugsað að ég er einskis verði. Oh, I am too old. Ég er of gamall. Oh, I am not talented enough. Ég hef ekki nógu mikla hæfileika. But let me tell you, En leiðum mér að segja ykkur. God can still use you and me Guð getur samt sem for að nota something þig good. og mig fyrir eitthvað gott. And this is the lesson I was trying to give in the story I told for the children earlier. Og þetta er það sem ég var að reyna að segja börnunum í sögunni áðan. What is the future of the clay? Hver er framtíð leirsins? We are clay. Við erum leir. What is our future? Hver er framtíð okkar? When we yield ourselves into potter's hands, Þegar við gefumst what is our future? leirsmiðnum, hver er þá framtíð okkar? Let me tell you what it is. Mér langar að segja ykkur frá því. Pot is not a pot is a container. Leirker er til þess að geyma It eitthvað is í. not a fountain. Þetta er ekki brunnur And vessels are not fountains. og ker eru ekki brunnar. They are not springs. Það er ekki að koma vatn upp úr þeim. They are containers. Þetta er til að geyma vatn í. In the olden time, the earthen vessels were like the safe
that we use in today's world. Í gamla daga, I didn't understand. Safe, you know, casascope. How would I say? You know where we put money Já, and já, value já, into the já. box. Já, Safe. já. Þannig að það var einu sinni verið að nota þetta sem svona eins og Valuable things were stored in those days in the earthen pots. já, það var verið að geyma þetta í öryggishólfi í gamla daga In order for them to contain anything, svo að það gæti geymt eitthvað they had to empty the earthen vessel. þá þurftu að tæma þetta You know, jarð já, þetta er svona eitthvað ker onni í jörðinni, þú þurftu að tæma það. they had silver and gold, Þau geymdu þannig silfur og gull and they would like to store them in the earthen vessels. og fólk vildi geyma þetta þarna onni í jörðinni. But in order to do that, En til að they geta, had to empty the earthen vessels. en til að geta það þá þurftu að tæma náttúrulega kerið sem var onni í jörðinni. They could not store these precious jewels along with other things in the earthen vessel. Þau gátu ekki geymt gimstinnana sín og gullið onni ef það var eitthvað annað onni í kerinu. So everything that was in there had to be emptied. Þannig að Taken það, out. það þurfti að tæma allt. You know, we are like the earthen vessels. Við erum svona eins og þetta ker sem er And í the jörðinni precious jewel that we are to have in us is Jesus Christ. og þessar dýrmætu gimstinnar eru Jesús Kristus sem við eigum að geyma. If our lives are full of worldly things, Ef að líf okkar er fullt af einhverju heimslegu, we have a problem to have Jesus in our lives. þá er erfitt að hafa Jesús í lífinu. We have to empty ourselves with our worldly things Við þurfum að tæma okkur af þessu heimslega and have Jesus in our lives. og hleypa Jesús inn í líf okkar. This is the valuable merchandise Þetta er mjög dýrmætt, that we hold in our lives. það sem við höfum í lífi okkar. In the book of 2 Corinthians, Ef við förum í annað Korintubréf, chapter 4 and verse 7, kafla this is 4 what Apostle Paul says. og vers 7. 4:7. Já. But we have this treasure in jars of clay to show you that this all-surpassing power is from God and not from us. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofurmagn kraftarins sé Guðs en ekki frá okkur. That treasure is Jesus Christ. Þessi fjársjóður er Jesú Kristur. We are to have Jesus in our lives Við verðum að hafa Jesús í lífi okkar and in our hearts. og í hjart okkar. Imagine God's treasure in the jar of clay. Ímyndið ykkur að hafa fjársjóð Guðs í leirkerunum. That is what Jesus is exactly in you and me. Þetta er það sem Jesús er í okkur. We are clay. Við erum leirinn And our spiritual DNA is close relationship with Jesus Christ. og okkar andlega DNA er náið samband við Jesú Krist. Now, one more question. Ein spurning að lokum. What is the job description of the clay? Hver er starfslýsing leirsins? Surrender ourselves to Him. Gefast honum algjörlega. If we do not resist, Ef við spyrnumst ekki á móti, we are saved. þá munum við frelsast. Let us not become potter ourselves. Við skulum ekki gerast leirkerasmiður sjálf. He is the potter. Hann er leirkerasmiður. Let Him do His work. Lefðu á honum að gera Let vinnuna us sína. just surrender ourselves in His hands. Gefumst honum algjörlega. He will work on us Hann mun vinna í and He okkur. will mold us. Hann mun móta okkur. He will dry us in the Hann sun mun þurrka okkur í sólinni. and He will bake us in the oven. Og hann mun baka okkur í ofninum. Our part is to yield. Það eina sem við höfum að gera er að gefast honum. Then we are going to be pots Þá munum við vera ker or the earthen vessels in þarna His house. í hans húsi. What a wonderful experience that would be for every one of us. Hversu dásamleg reynsla það mun vera fyrir okkur. May God bless each and every one of us seated here today. Megi Guð blessa eitt og sérkvært okkar hér í dag And let us surrender our lives to Him og gefðu það við mættum gefa líf okkar and let Him have His will to mold us.
og að hann megi, við mættu leyfa honum að móta okkur and make us perfect vessels og gera that can okkur, hold precious jewels for the world to know. gera okkur að fullkomnum kerum sem að geyma fjárstjóði Guðs. Amen. Amen. Takk fyrir þetta. Sorry to make it difficult for you. Allt ykkur. Thank you. Takk hérlega fyrir þetta aðslegi. Já, þá er komið að síðasta sálminum okkar. Við ætlum að syngja sálmið 237, Drottins vinir munu mætast. Við skulum rísa á fætur og hlýða á blessunar orðin. Það eru tekinu Filippibréfi 4 og áfram. Verið ávallt glaðir í Drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndið verið kunnugt öllum mönnum. Drottinn í nánd. Verið ekki hugsýkur neitt. Heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Að endingu bræður, allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint,
allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert, hugfestið það. Í Jesú nafni, amen. Einhverja tilkynningar? Einhver með tilkynningar?